Takk fyrir það Gísli, það allt á suðupunkti hérna í höllinni, verið að leggja loka hönd á undirbúning fyrir kvöldið stóra. Það sem komið kannski mest á óvart var að það svolítið mikið af fólkina sem ekki að fara að koma fram. Hvað eru þið til dæmis að gera hér? Við erum að fara að koma fram. Nú, við erum leyninúmeri hérna í kvöld sko. Okay, Vissur þið það ekki? Nei, það má kannski þá ekki sýna þetta ef þið eru leynin. Nei, í rauninni ekki, en af því að þú þá gerum undan þá. Ok, og hvað, eru þið með nýja hljómsveit eða? Við erum nýju dúettinn sko. Já, og við erum með nýtt lag sem við ætlum að fara með það út. Í ár? Já, okay. Já. Eitt lag enn og gerfinhættuöld heitir það. Hvað, Eyvi? Erst þú hér? Já. Þú á ljósunum í kvöld? Ég svona reynaði að eyðileggja þetta, einhvern veginn. Ég man þegar ég tók þátt í þessu fyrir næstum 30 árum síðan. Þá var þetta alveg ofboðslega gaman og þessi vika sem við eyddum í Ítalíu, á Ítalíu í Róm. Þetta er eitthvað sem ég gleymi aldrei. Ég er búinn að gleyma ýmsu en gleymi þess að. Jæja Matti, hvernig líst þér á þetta? Þetta er svona gólfið að vera sæmilega hreint og þetta er bara nokkuð fallegt held ég. Svolítið svart núna en ég held að það lýsist upp á endan. Já, ég held að það er eftir að kveikja. Já. Þú með einhver góð ráð fyrir keppendur? Ekki fara á alla blaðamannafundina, þeir eru hundleiðilegir. Ég held ég ætla ekki að trufla þig lengur. Nei, ég sé að að það er nóg að gera, þannig að bara takk fyrir spjallið. Takk. Það er smá fólkna sem þú mistir eftir. Er líf eftir Eurovision? Já, en það getur verið svolítið erfitt sko. Það er sko fyrstu mánuðirnir þegar maður kemur heim, þá er fólk eiginlega búið að fá ógeðaður. Og ég man að ég var svo blankur sko í lok árs 2008 ég þurfti að fá lán bara til þess að lifa sko. Það var ekkert að gera hjá mér sko. Þetta er svolítið svona, já, maður fara að upplifa með sér popstjarna í 2 vikur og svo er maður harkalega. Já. Bara harkalega tekin á jörðina og skellur. Já, það er skell. Hvernig er Jón Jónsson í alvörunni? Líf hans er leikrit, það er bara þannig. Ég meina, hann er náttúrulega, þessum fólk veit ekki að hann er náttúrulega útrúlega svona þungur karakter og hann er eiginlega aldrei hress. Var ekki bara betra þegar þú varst bara ein? Jú, auðvitað, miklu betra sko. Við erum búin að heyra fólk segja það svona baksviðs. Ert þú með einhver góð ráð til fólk sem langar að verða kynnir í söngvakeppninni? Já, bara, þú veist, hang in there, þú veist, ég hef svolítið verið í því, bara still hanging in there. Svo bara að bíða þangað til að þér er sparkað, skilju. Já, það fyrir að koma því, ekki? Jú, það getur vel annað verið, sko. Ég hef búin að heyra það líka, sko. Eða ekki? Ég held að þú sért næst. Já. Já, Gísli, það er góð stemming hérna, en við skiptum aftur yfir í efsta leiti til ykkar. Er þessi Robin Bengtsson á lausu, eða? Vitið eitthvað hvar hann er?